Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að heyra tónkvíslina 2019 og til mín eru komnar framkvæmdastýrurnar Kristjana og Guðrún, velkomnar. Takk. Þið eruð aldeilis að fara að halda veislu eftir rúma viku? Já, akkurat á laugardaginn næstu viku. Já, þá er það tónkvíslin, það er svona söngvakeppni, eða ekki? Já, þetta er sérst forkeppni fyrir sönginn í framhaldsskólana. Já. Og þetta er alltaf svolítið stór hátíð á laugum. Þetta er gríðarlega mikil hátíð og mikið sem kemur að þessu verkefni. Haldið þetta sér stærri en þorrablótið, jafnvel? Fjölmennara? Það gæti alveg verið, sko. Búnaður í kringum náttúrulega alveg svakalegur. Já, hvaðan fáið þið allan tæknibúnað? Exton. Exton hjálpar okkur með tæknibúnað, bæði í sal og upptökur. Og svo fáum við mannskap þaðan líka. Já. Og þetta er alveg, í fyrra var þetta 4 klukkustunda prógram, þið ætlaði að stytta þetta aðeins, halda þétt taumana. Ég veit. Þannig að þetta fari ekki við 3 tímana. Nei, þetta eru tæpir 3 tímar núna. Já. Og einmitt, við viljum... 20 atriði? Já, þetta eru 20 atriði og við viljum halda þessu bara einmitt ekki lengri en 3 tímar. Það er orðið svolítið mikið. Og þið eru framkvæmdastýrur og hófið ykkar störf í hvað, september? Já, byrjum í september. Í byrjun september þá komumst við inn í framkvæmdastjórn og fórum svo á fundi til þess að verða framkvæmdastýrur. Af hverju langaði ykkur að vera framkvæmdastýrur? Bara spennandi verkefni. Þetta er rosalega skemmtilegt verkefni. Já, þetta er finnst ykkur gaman að stússa og vera með puttana í öllu og ég held við séum báðar svolítið stjórnsamar. Já, við erum mjög stjórnsamar. Þetta er bara einmitt það sem við þurftum. Já, nákvæmlega. Svona aðeins að segja fólki til og fá að ráða svolítið. Já, það þarf líka svoleiðis fólk, algjörlega. Og eru þið strax þá í september farnar að svona auglýsa eftir atriðum eða hvað er það fyrsta sem þið þurfið að gera? Fyrst náttúrulega að tala við fólk og við byrjum hérna auglýsingasölu bara eiginlega strax. Það er mikilvægt, fjármagna þetta allt. Þetta er rosalega dýr keppni, þannig að þetta er einmitt fyrir framhaldsskóla keppni er þetta rosa mikið. En við byrjum einmitt að senda út tölvupósta og allt og svo bara í desember cirka þá er skráningin fyrir hérna skráningin. Já, fyrir þátttakendur. Og hún lýkur svona 1. janúar eitthvað svoleiðis. Þá er bara allir búin að skrá sig sem ætla að taka þátt. Og eru það einhverjar prufur eða það fá bara allir að spreyta sig eða hvað? Það hafa verið prufur áður en við vorum ekki með prufur í ár út af því að það þyrfti bara ekki. Nei, við vorum bara með 20 atriði sem bara er fínt, skilur. En eins og í fyrra voru mikið meira en það og þá náttúrulega bara er ekki hægt að hafa svona marga. Nei, það hefði bara alltaf. En eru þið eitthvað að fylgjast með að fólk sé að æfa sig og gera þetta almennilega? Já, það er nefnilega, það er svona æfingahelgar. Það var síðustu helgi og er aftur núna þessa helgi. Og það er ótrúlega gaman að fá að sitja og horfa á og sjá hvernig þetta er og svo þegar maður kemur á gerðanálpröfuna og þetta er alltaf að fara í gang. Það er alveg bara þroskast og breytast og batna. Þetta er geðveikt. En þeir sem eru að keppa og taka þátt, fá þeir einhverja aðstoð, eru það kennarar eða einhverju utanaðkomandi eða bara þið sjálf sem að svona? Það er sem sagt einn hópur, við erum með 6 hópa og einn hópurinn er bara hannaður til þess að hugsa grunnskólanemendur og aðra keppendur. Sem er sem sagt að skipuleggja kvöldvöku, gistingu, mat og... Hvernig koma grunnskólanemendur inn í þetta? Er þeir líka að keppa? Já, það er sem sagt... Nei, þetta er bara framhaldsskólinn? Já, þetta er undankeppni okkar fyrir hérna söngkeppni framhaldsskólann. Já, en líka? Já, svo grunnskólar í kring semst fá að koma og taka þátt og fá að vera með. Eitt atriði per skóla kannski eða? Nei, nú eru reyndar fleiri grunnskólaatriði heldur en framhaldsskólaatriði. En þetta er einmitt, þú veist, ekkert mikið meira en svona 10 skóla yfirleitt, þú veist, það eru flestir frá Húsavík akkurat núna og hefur vilt verið þannig. Grunnskólanum þar, sko. En svo er svona einmitt 1-2 úr skólum lengra frá. Við erum alveg með 6 skóla í heildina núna, 2 framhaldsskóla þá. Þeir eru þá að koma langt að, þú veist, þeir eru ekki á staðnum endilega til Nei, einmitt, þetta er... En koma á þessar æfingar helgar? Já, koma all. Þetta er geysilegt utanumhald. Þetta er, já. Og er þetta búið að vera í gangi síðan hvað? 2005, getur það passað? Þetta er 14. skipti núna í ár. Já, akkurat passað. Þannig að þetta er, þetta passað. Þetta er flott. Og þetta er ekkert að fara að hverfa núna? Nei. Alls ekki. Komið til að vera? Þetta verður bara stærra. Já. Og þið voru að tala 600 manna sal. Það komið 600 gestur og þið hefði verið að fylla húsið. Já, svona næstu. Eftir við fórum í sjónvarpið þá hefur aðeins minnkað í salnum. En við erum að plana á að bara fylla salinn í ár. Já, það er markmið, sko. Vill fólk ekki sjást í sjónvarpinu? Ég veit ekki hvað það er. Ég veit ekki hvort þetta sé letið við að koma sér á staðinn.
En fólk heldur að það sé alltaf að horfa þetta á sjónvarpinu en það er miklu skemmtilega að horfa þetta í sjónvarpinu. Ég ætla bara að sjá þetta í sjónvarpinu, já, ég nenni ekki að mæta. Það er öðruvísi að fá þetta beint í æð. Allt öðruvísi. Þetta var geggjað að vera í salnum, sko. Ég held ég mitt horta á þetta ykkur tíman á endursýningu og ég bara, vá, það vantar þetta og þetta og þetta og þetta. Þetta er ekki sama. Sama upplifunin. En samt flott að fá þetta sjónvarpinu. Það er frábært. Þannig að það er bara vika í þetta og er mikið sem þið þurfið núna að fara að gera og græja á þessari viku. Hvað er svona helsta? Klára að fá hérna síðustu samningana inn. Já, auglýsinga og tekjurnar. Hvernig hefur það gengið að fá inn? Það hefur gengið mjög vel, alveg mjög vel. Við vorum smá stressaðir í byrjun, sko, þetta gekk svolítið hægt, en þetta er alltaf að koma saman núna, sko. Við erum bara, frekar ánægðir. Eru þið þá að útbúa svona einhverja, ekki leikskrá, en svona einhverja, eru þið með eitthvað svona sem fólk fær í hendurnar með auglýsingunum í eða hvað? Já, við erum með bæði bara svona auglýsingu hvað tónlistin er og hvað þú ert að styrkja og svo annars vegar eru við með búin að útbúa svona auglýsingapakka eða svona, þú veist. Þannig að þá erum við, ef þú kaupir þennan pakka þá færðu þetta, skiljum við. Og við erum með eitthvað 6 pakka. En gefið út einhvern bæklinga sem að auglýsingarna birtast eða er þetta bara svona rafrænt eða hvað koma þessar auglýsingar? Það er rosa misjafnt. Við erum með sjónvarpsauglýsingar, við erum með stóra skjái, við erum með lítil blöð aftan á hverjum eins og stól. Við erum með þú lappar inn í sal. Og það er alltaf að geta farið í mynd, skiljum við, eftir hvar er staðsett. Inn í innganginum, í endirinu, bara Jú, svo erum við með lítið svona blað, þú lappar inn einmitt með keppendunum og það. Og það er líka auglýsingar. Þetta er alls staðar, sko. Þetta er alltaf svakalega auglýsingar, sko. Og nú eru þið búin að gangi gegnum svona ferli og svo koma nýir stjórar næst. Eru þið þá með svona, gjör svo vel, hér er handbókin, eða þurfum allir að finna upp hjólið, er þetta einhvern veginn þekking sem er til? Við erum með, eins og það er þessi Excel-skjöl, það er alltaf bara okkar holy grail. Við ákváðum núna að gera pínu svona biblíu. Já, gott hjá ykkur. Þannig að við erum með bara hvað við gerum, hvenær við gerum og svoleiðis. Þannig að næsti geti séð, skilurðu, svona dagskrár og hvað þarf að gerast núna og svoleiðis. Sem við þurftum eiginlega. Flott, já. En það er allt geymt rosalega vel öll skjöl frá því fyrra. Þannig að við höfum rosalega mikið, sko. Maður getur séð gömlu skjölin og einmitt áætlanir og allt svona. Núna hafið líka handbók bara. Þannig að það er mjög þægilegt. Eru þið svo að fara að útskrifast og klára Burtu Bless eða verðið þið áfram þarna næsta ári? Ég er að fara að útskrifast núna. Já, en ég og 1 ár eftir. Hvað sér þið fyrir þér þá? Ætlarðu að taka þátt eða vera með á einhvern hátt? Hún náttúrulega skjótaði inn í, hún vann í fyrra. Þú vannst í fyrra? Ég vann keppnina í fyrra. Til hamingju. Þá þarftu ekkert aftur að taka þátt. Það er bara langar mann samt í gerð. Ég var búin að skrá mig í ár. En svo bara er ég að fara að syngja þessar sigurlagi mitt frá því fyrra. Og stýra þessu. Það er ég svona, ok, ætlum aðeins að hérna. Ég get ekki gert allt. Tekur bara þátt næsta. En svo við erum fyrst skiptið að vera framkvæmdastjórar 2 saman. Er það ekki alltaf gott? Það er alveg þægilegt. Alveg svona ping-pong aðeins. Já, algjörlega. Og alltaf vera miðstýrt Ég er að fara í próf og þá er hún bara að fara að fund, skiljum við. Og það er svo þægilegt með, þú veist, yfirleitt er framkvæmdastjórinn, hefur verið á 3. ári. Þannig að hann hefur alltaf farið úr skólanum. Og þá þarf maður alltaf að reyna, þú veist, að ná sambandi við það sem er ekki í skólanum. En núna, skilju, hún fer og ég verið 1 ár viðbót, þannig að næsti framkvæmdastjóri getur bara að leita til þín. Meðan ég verði ennþá í skólanum. Og kannski viltu aftur vera framkvæmdastjóri og bara fara þér eitthvað annað par og hvað veit maður. Heyrðu, þetta er aldrei skeggjað. Klukkan 8. Hálf 8. Húsið opnar 6:30. Keppnin byrjar 7:30. Og er svo sjoppa, ef fólk verður sátt á 5 tímum. Já. Hvað seljið í sjoppunni? Bara alls konar snakk og gós og bara, you name it, sko. Þetta verður alveg geggjað. Við hvetjum fólk til að mæta. Það kostar eitthvað innvæntanlega. Já, það er sem sagt, við erum með... Það er nú gjöfin ekki gjald, sko. Já, við lækkuðum verðið frá því fyrra. Okkur? Til að fá fleira í húsið. Þannig að við ákveðum að lækka öll verð niður. Þannig að það er 2.500 fyrir fullorðna. Já, það er gjöfin ekki gjald. Já, það er bara... Mér þannig að fyrir alla þessa skemmtun, Jesús minn. Og svo skemmtikraftur, dómarar og bara... Alltaf frægur skemmtikraftur. Ég held ég sé á leiðinni til. Hljómar ógeðslega spennandi. Er það ekki? Jú. Geggjað. Og svo erum við með hérna 2.000 kall fyrir framhaldsskólanemendur. Og svo eru komin göng og þetta er ekkert mál. Ekkert mál. Það er hálftíma að keyra. Jesús minn. Heyrðu þið. Kærar þakkir fyrir komuna. Gangi ykkur súper vel á tónkvíslinni. Takk. Og bara sjáumst. Já.